Góðan dag, kæru tilheyrendur. Nú erum við komin að þætti sem ég kýs að kalla í fótspor Páls. Páll postuli var einn af uppáhaldspredikurum mínum og af því að hann var fyrst og fremst fylgismaður Jesú Krists. Við þekkjum aðeins sögu hans og vitum hvernig hann fæddist það bil, við vitum líka hvernig hann dó. Það er álitið hann hafi fæðst í kringum 15 eftir Krist. Hann deyr 64. Þá er hann lífláttinn af Nero keisara og starfstími Páls postula hefst í raun og veru þegar hann verður vottur að dauða Stefáns píslavottar. Stefán er grýttur frá þessu greint í postulasögunni og við getum svo sem lesið þegar menn lögðu yfirhafnir sínar að fætur ungum manni sem var vottur þess að Stefán var grýttur. Og það var grýttur vegna þess að hann trúði að Jesús væri Kristur. Hann trúði líka að musterið yrði rifið niður og hann hélt því fram. Og það voru sömu ásakanir sem voru bornar á Stefán eins og voru bornar á Jesú. Að hægt er að rífa musterið niður og byggja það upp á 3 dögum eða jafn fljótt og Jesús sagði. Þetta voru sakarefni meðal annars fyrir því að Jesús var dyttur fyrir þig og mig og að Stefán píslavottur fékk ekki lífi haldið. Og þegar við aðeins lesum þetta svona, berum saman, þá sjáum við að Páll postuli, hann var ekki gamall maður fyrst að hann deyr 64, fæddur það bil 15. Við getum þá ályktað að Páll postuli, hann hafi orðið eitthvað 49 ára eða 50. Ekki mikið meira. Það getur skakkað í einhverjum árum, en þjónusta Páls, hún var afskaplega efnismikil og fyrirferðarmikil á síðum Biblíunar og það líður ekki svo messa á Íslandi að ekki er vísa til orða Páls postula. Við þekkjum þetta mjög vel þegar presturinn Tónar pistilinn skrifaði postulinn Páll. Og menn gjarnan hneigja sig og beygja fyrir þessum orðum sem Páll skrifaði. En Páll, hann var margt umdeildur og hann er sakaður að vera andstæðingur kvenna, réttinda kvenna og af því hann leyfir ekki konu að tala og af því hann talar að biskup skal vera einnar konu eiginmaður og Páll hann er svona karllægur í sinni boðun. Ekki þar fyrir að Páll hafi haft neitt á móti konum, heldur kristin trú, hún er með þennan undirliggjandi þátt að skikkan skaparans er fólgin í því að karlmaðurinn hann hafi sína stöðu í sköpuninni og konan líka. Og það er það sem Páll postuli leggur til sem veganesti fyrir kristna trú. Við erum ekki endilega sammála, við sem að lifum á 21. öld, en ég ætla ekki að fara út í þá sálma, þetta er samt það sem Páll hefur lagt til. Nú gerðist ég svo djarfur og heppinn og lánsamur að ekki fyrir alllöngu síðan þá fór ég með góðum vinum mínum í ferð til Grikklands. Og mér langar aðeins til þess að við fáum að feta svona í þessi fótspor sem við sáum eftir Pál postula í Grikklandi. Og þegar ég kom til Grikklands og áttaði mig á hvernig Grikkland var vaxið og hvernig það er prýtt, þá sá ég að orð Páls til Grikkja voru kannski miklu meittlaðri heldur ég hafði hugsað mér áður. Ég vil aðeins að fá að fara með þig í 2-3 ritningastaði til þess að sýna þig fram á hvers konar predikari Páll postuli var. Og nú skulum við aðeins hafa í huga að þegar Páll var gyðingur meðal gyðinga, farisi Benjaminiti, að þá tók hann ekki vel á málum kristinna manna sem boðuðu kristna trú. Honum fannst ekkert slæmt að Stefán, kristinn maður, yrði píslavottur vegna Jesú Krists. Honum fannst heldur ekkert slæmt að fá bréf skrifað frá foringjunum í Jerúsalem að mega fara til Damaskus og hneppa í varðhald og eyða kristnum söfnuðum sem voru á þessu yfirráðasvæði gyðinga og hann teygði sig til Damaskus til dæmis. Páll var þá ekki orðinn postuli, en á leiðinni til Damaskus
gerist þetta óvænta sem hann átti engan veginn von á, að blóðs Stefáns píslarvottar krafist af honum. Og það svo athyglisvert að hann stoppaður á veginum, ljós skín á hann og rödd berst honum til eyrna. Sál, Sál, hví ofsækir þú mig? Og þegar hann heyri þessa rödd, þá spyr hann að bragði, hver ert þú sem ég ofsæki? Og þá kom það einmitt, ég Kristur, Jesús Kristur. Svoleiðis að ofsækja söfnu Guðs, kristna menn, var sama og að ofsækja Jesúm Krist. Og það ofta tíðum það sem við upplifum að standa gegn því sem að boðberar Krists að segja þér og mér. Það líka það sama og standa gegn orðum Jesú Krists. En nú gerist það að Páll vaknar til lífsins. Hann ekki lengur fulltrúi gyðingaveldisins, hann ekki lengur andstæðingur kristinna trúar, heldur verður hann fulltrúi kristinna trúar. Og síðan fer hann þaðan til gyðinga bæði Tyrkland, Ísrael, Tyrkland, hann í Sýrlandi og hann fer til Grikklands og Rómar, alltaf mætir honum sömu viðbrögðin. Hann fer fyrst til gyðinga að boða þeim kristna trú og sanna fyrir þeim hvað ritningarnar segja, hvað spámenni töluð Hann sannaði fyrir gyðingum að Jesús Kristur væri hinn sanni Messias, hinn fyrirheitni sem Guð hafði lofað í gegnum spámennina, og hann sýndi mönnum fram á að það sem Páll benti á væri akkúrat það sama og spámennir höfðu talað Sumir gyðingar tóku trú, aðri snerust í gegn. Og nú komum við saman, förum í Postulasöguna 17, af því að við fórum innmitt á þann stað og við komum að þeim punkti í frásögunni þegar Páll postuli kemur til Aþenu. Og þegar hann kemur þangað, þá var hann búinn að vera í Þessalóniku og hann búinn að predika þar. Og það gerðist í Þessalóniku sama og í Aþenu að menn urðu furðulostnir. Og svo skulum við aðeins bera þetta saman vegna þess að ég ætla að nefna þetta við ykkur. Í 16. versinu í Postulasögunni 17 þá segir hann: Meðan Páll beið þeirra í Aþenu var honum mikil skapraun að sjá að borgin var full af skurgoðum. Og mér þykir þetta mjög athyglisvert mál, að Páli var skapraun af þessum skurgoðum. Og veistu að þetta gladdi mig svolítið vegna þess að nú skil ég mun betur þegar ég les þennan texta hvað Biblían á við þegar hún boðar okkur umburðarlyndi. Það getur vel verið að fara í okkur og við séum ósammála og við eigum rétt á því að vera ósammála og upplifa skapraun á ákveðnum málum, en þá kemur til að við verðum að umbera það samt. Páll hljóp ekki þarna Aþenu til þess að brjóta og rífa niður og eyðileggja skurgoðinn. Nei, honum var skapraun, en hann gerði eitthvað í málinu. Svo segir frá því í þessari merkilegu sögu að Grikkir átta sig á því að Páll að boða eitthvað nýstárlegt. Og það segir hérna ég ætla að fara með ykkur í þennan kafla, fara með ykkur í 19. versið, 18. versið, það sem sagt hvað mun skraffinu sá hafa að flytja? Aðrir sögðu, hann virðist boða ókennda Guði því að hann flutti fagnar erindu Jesú og upprisuna. Og þeir tóku hann og fóru með hann á Aresarhæð. Ares sama og Mars. Þetta var Guð, stríðsguðinn, og þeir fóru með hann þangað. Og á Aresarhæð þá mætir Páll postuli með þessa gríðarlega athyglisverða boðskap. Við ætla aðeins að fá að sýna ykkur hérna svona smá mynd af innmitt Aresarhæð sem að ætti kannski erindi til okkar, og við skjótum henni inn í að þetta hæðin sem að gera það verkum að Páll postuli hann fær að skína hjá þeim eins og ljós. Og þetta afskaplega athyglisverð mynd, Aresarhæðin í miðri Aþenu. Og þarna upp við hliðina á Aresarhæðinni einmitt þessi stóri þáttur
guðstyrkunarinnar, það sem við köllum líka þessi sterki þáttur trúarinnar fjalli það sem að Grikkirnir voru einmitt að boða, og hann kemur á þennan stað, og Aresarhæðin hérna nefnd vegna þess að þar eru Grikkirnir að dýrka Guð, þeirra Guð, stríðsguðinn. Svo heldur Páll áfram að predika og segir: getur við fengið að vita hver þessi nýja kenning sem þú ferð með? Því að eitthvað nýstárlegt flýtur þú oss til eyrna, og oss fýsir að vita hvað þetta en allir aðþenningar og aðkomumenn þar gáfu sér ekki tóm til annars fremur en að segja eða heyra einhver nýmæli. Og þá stemt upp á Akropólis. Akropólis stóra hæðin sem við sjáum á þessari mynd, og Aresarhæðin var aðeins til hliðar. Og þá komum við að þessu. Páll boðaði eitthvað nýstárlegt og byrjar þetta svona: Aþeningar, þér komið mér fyrir sjónir að þér séu í öllum greinum mikli trúmenn. Því að ég gekk hér og hugði að helgidómum yðar, og fann þá meðal annars altari sem á ritað ókunnum guði. Þetta sem þér nú dýrkið og þekkið ekki, það boða ég yður. Guð sem skóp heiminn og allt sem í honum hann sem herra himins og jarðar, býr ekki í musterum sem með höndum eru gjörð. Stoppum aðeins hérna. Og þegar við skoðum þennan þátt, þá sjáum við þetta að Páll að tala til manna sem höfðu byggt þvílíkar byggingar og gert svo flottar styttur, og þeir voru í raun og veru að verðlauna Guði sína. Þeir voru að kaupa sér velvild. Þetta var ekki vegna þess að þeir voru frjálsir menn og höfðu skoðanafrelsi. Þetta var vegna þess að þeir voru slignir ótta. Þeir voru hræddir við Guðina. Þeir voru að reyna að blíðka þá á einhvern hátt. Og þetta hefur orsakað líka í raun og veru listsköpun meðal þjóðarinnar. Og ég ætla aðeins að fá að nefna hérna eða sýningu nokkra þætti sem að mér finnst ákaflega athyglisverðir. Meðal annars hægt að sjá í búðagluggum hjá þeim að þeir eru enn að selja svona styttur, arfinn frá heiðna tímanum sem var áður en Páll postuli mætti. Við erum líka með svona styttur sem að minna á söguna, og þetta til dæmis Perikles sem þarna einn af þessum guðum og einn af þessum höfðingum, og Grikkir vísa til þessara aðila vegna þess að þetta sagnfræðilegt. Við erum að tala 2000 ára sögu, jafnvel eldri sögu. Og það sem að menn ekki endilega vita en tengja kannski lítið saman við, það það að saga Grikkja, hún miklu eldri heldur en það sem við sjáum á dögum Páls postula. Við vitum það að saga Grikkja, hún tengist Ísraelsmönnum, til dæmis í gegnum Makkabeabækurnar, tímabilið sem að nær frá 400 fyrir Krist til Jesú Krists. Grískra áhrifa gætir einmitt í sögunni á þeim tíma. 480 fyrir Krist, þá til dæmis talað að Xerxes, hann gerir árás á Grikki og að reyna að vinna þá undir Persaveldi. Hann kemur að eyjunni Salamis og fer í eina mestu sjóorustu þess tíma, og það með þess að vita upp á dag hvenær sú orusta varð. Grikkir gátu plataðan, hann var með 1000 skip, og þetta var stærsti herfloti síns tíma, og það ófá ríki, það eru fá ríki, getur við sagt frekar, sem hafa haft jafn stóran flota yfir að ráða. Grikkir sigruðu þennan flota, og þá gerist það að Xerxes konungur, hann verður að hörfa undan, og þegar hann kemur aftur til Persíu, þá þetta konungur sem hafði tapað stríði, hann hafði tapað flotanum. Þessa konungs getið til þess í Esterarbók. Hann konungurinn sem boðar til mikillar veislu og ætlar að sýna drottningu sína, hana Vasti, boðar henni að koma. En hún, einhverju vegna, neitar að stíga fram. Hún var ekki sýningagripur, og getur verið að hún
hafi einmitt ályktað að hún sé ekki sýningagripur vegna þess að hann hafi tapað orustunni. Hann var ekki þessi verður að eiga svona fallega drottningu fyrst að hann gat ekki sigrað orustuna. Grikkir minnast þessara orustu sem stórstags eða stórsigus í grískri sögu. Svo heldur sagan áfram, og ég ætla ekki að fara mikið meira út í sögu Persa, heldur bara tökum fyrir að Grikkir, þeir fengu eftir þetta Alexander mikla og svo núna Páll postuli mættur á grund þeirra og hann fer upp á Aresarhæð og hann talar til þeirra og boðar þeim það sem hinn ókunni Guð var einmitt að leggja til þeirra. Og skildi þetta hafa nú haft áhrif. Það vitað mál allavega að sagan af ræðu Páls til og ég ætla aðeins að fá að lesa þessa merkilegu ræðu því að hann segir hérna við okkur: Guð sem skóp heiminn og allt sem í honum sem herra heimins og jarðar, býr ekki í musturum sem með höndum eru gjörð. Þetta hollt fyrir okkur að vita á Íslandi. Guð býr ekkert í neinni kirkju. Hann býr ekki í neinu húsi. Guð, hann hefur valið jörðina sem fótskör, en hann hefur valið þig og mig sem bústað fyrir heilagan anda. Þannig það líkami okkar sem bústaður heilags anda. Það aðal atriðið í þessari sögu. Ekki verður honum heldur þjóna með höndum manna eins og þyrfti nokkur svið. Þú veist, við stundum tölum það að við erum að vinna fyrir Guð. Við svo vinnum ekkert fyrir Guð. Það er Guð sem að notar okkur. Það er Guð sem gerir okkur að verkfæri. Og þess vegna getum við sagt: Guð, hér ég, þú mátt nota mig. Gerðu mig að manni eftir þínum vilja. Leyfðu anda þínum að vinna í mér. Svo tala Páll postuli. Eins og þyrfti eitthvað með. Svo segir hann skóp af einum allar þjóðir manna og lét þær byggja allt yfirborð jarðar. Og hér notar Páll postuli orðið að skapa. Hann þróaði ekki af einum alla menn. Hann skapaði. Og það kjarni biblíulegra trúar að við erum skapaðir og við erum í sköpun sem gerð af höndum Guðs. Og þetta meistarastykki drottins. Það einmitt sköpunin. Því það að Jesús Kristur, hann talaði sköpun. Hafið þið ekki lesið, segir hann í Mattheusi, að Guð gjörði þau karl og konu. Hann skapaði þau karl og konu. Og ekki einmitt komin tími til þess að við Íslendingar, við áttum okkur á þessari lykil staðrind lífsins. Að lífið, það ekki þróað, heldur skapað. Það ekki komið af dauðum hlutum, heldur af lifandi veru. Og þannig þetta með okkur öll að líffræðinum segir okkur að lífið, það skapa líf, ekki dauðin. Dauðin eyðileggur líf. Hið dauða, það rís ekki upp nema Guð grípi inni. Og Páll heldur áfram og segir þetta svo: Hann vildi að það leituðu Guðs verða mætti, þær þreifuðu sig til hans og fyndu hann. En eigi hann langt frá neinum af oss, í honum lifum, hrærumst og erum við. Svo hafa og skáld yðar sagt, því að við erum líka hans ættar. Fyrst, við erum nú Guðs ættar, megum eigi ætla að Guðdómurinn sé líku smíði af gulli, silfri eða steini, gjörður með hagleik og hugviti manna. Guð sem hefur umborið tíði vanviskunnar, boðan og mönnum, að þeir skuli allir hvarvetna taka sinnaskiptum. Og þetta taka sinnaskiptum auðvitað kjarnin í kristinni trú. Við gjörum iðrun, við snúum við. Og þetta ekki athyglisvert að taka þessum sinnaskiptum nákvæmlega að við hættum að hafa eina skoðun og við tökum aðra upp. Við hættum að hafa svona lífsmáta og við hefjum nýjan lífsmáta. Það það sem Guð vill, að Guðleysið fari í burtu frá okkur og Guðs trúin komi inn. Að við sem ekki lengur þróunar sinnar, heldur sköpunar sinnar. Við getum ekki endilega sannað með þessu, en þetta kjarnin sem gerir það verkum að Guð fer að vinna í þér og mér. Og Páll notar þetta hjá Grikkjunum.
Og þetta er eitt af kjarnaatriðum í boðskap hans. Því að hann hefur sett dag, er að mun láta mann sem hann hefur fyrirhugað dæma heimsbyggðina með réttvísi. Þetta hefur hann sannað öllum mönnum með því að reisa hann upp frá dauðum. Kristur reisi ekki upp frá dauðum bara upp á þurru. Nei, hann reisi frá dauðum af því hann var Guð. Hann réði við lífinu. Hann vissi hvað þetta skipti miklu máli. Í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Þetta var það sem Páll postuli boðaði Grikkjunum. Og hvernig voru viðbrögðin? Þegar Grikkir heyra einmitt þennan boðskap, þá náttúrulega verða ykkur viðbrögð. Og sjáu hvað sagt er. Þeir heyrðu nefnda upprisu dauðra, gjörðu sumi gísað, en aðri sögðu, við munum hlusta á þetta hjá þér öðru sinni. Þannig skildi Páll við það. Þeir fóru af samkomunni, frá predikuninni, án þess að gera iðrun. Má vera að nú viljið þú slökka á ómögu og ekki hlusta á þetta, af því ég tala ekkit þróun, ég tala sköpun, ég tala að menn snúi sér, ég tala að menn gjöri iðrun. Ég er alveg sammála Páli postuli hér, og við skulum aðeins athuga að Páll postuli, hann var ekki maður þröngsýnn, því að þegar hann kemur með þessa ræðu, þá er hann í skugga grískrar heimspeki. Hann er einmitt maðurinn sem mætir á gríska grund og hann mætir einum sterkustu og bestu heimspekingum síns tíma. Hvernig brugðust þeir við? Þeir urðu orðlausir. Þeir urðu agndofa. Þeir vissi ekki hver átt að svara. Því að einmitt þessi upprisu trú og boðskapurinn Jesú, hann er allri heimspeki æðri og allri heimspeki meiri. Og Grikkir urðu að láta minni pokan. Svo gerist það, sem er mjög athyglisvert. Þannig skildi Páll postuli við þá, en nokkrir menn slógust í fylgd hans. Þeir tóku trú, meðal þeirra var Dionýsius, einn úr Areópagus dóminum, og kona hans Damaris að nafni og aðri fleiri. Og þegar við komum að þessu nafni, Dionýsius, þá auðvitað megum við aðeins staldra við, vegna þess að Dionýsius var einmitt guð vínsins. Hann heitir á latínu Bacchus. Þessa guðs er getið í einmitt þessari merkilegu bók sem við eigum, og við getum lesið heilmargt dvöl og veru þessara heimspekinga og hugmynda þeirra þessa guði þeirra. Byggingarnar allar, þær lýsa því hvaða var sem mætti Páli postula. En Páll lét það ekkert buga sig. Hann var maðurinn sem kom með boðskapinn, og í stað þess að Dionýsius væri helgaður Bakkusi, að þá var Dionýsius, hann tók sig upp og hann helgaði sig Jesú Kristi. Og hann gerði iðrun, sneri við, og hann varð nýr maður. Við vitum ekkert hvað varð hann annað en það að hann sé geti hér í sögunni. Og ég aðeins að benda ykkur á. Páll fór síðan úr Aþenu, og það er ekki vitað að hann hafi predikað þarna oftar eða komið þarna oftar. En þegar ég kom til Grikklands og fekk að sjá afskaplega merkilega þætti, þá var ýmislegt gott og skemmtilegt sem að blasti við. Ég fór til staðar sem að heiti Póros, og þar kemur í ljós að siglingaleiðin sundið við Póros, það er einmitt með svona krossmarki á. Við fórum frá Póros til staðar sem heitir Hydra. Þar blasir við okkur þetta krossmark. Það eru þyrnar og þistlar í kring, en áhrif kristninnar gætir mjög víða í Grikklandi. Við komum að Póros og við sáum líka að á Hydru, þar eru hæðir, það sem að efst á hæðunum eru musteri eða klaustur. Þar hafa kristnir munkar reist klaustur til þess að dýrka drottnin okkar og frelsara. Kom þetta allt saman mjög auðveldlega? Nei, ekki endilega. Staðurinn Hydra er ákaflega skemmtilegur og fallegur staður. Það var ekki bíl að finna, en þarna var mikið af múlausnum. Og þegar skipin komu með vörurnar, þá voru bara liftara sem keyrðu brettunum upp á bryggju, eða þeir hentu vörunum frá borði, og þeim var raðað síðan niður á múlasna.
sem fluttu vörurnar allan bæ og alla eyjuna. Eyjan hálend og klettótt, mjög falleg. Það var fleira sem var borið að landi. Það voru frjálsar kísur sem gengu hítru og þegar menn komu af sjó, þá mættu þær á bryggjuna og vildu fá sér í svoðið. Og þetta alveg stórmerkilegt að sjá að bæði mönnum og skepnum hjálpar þú. En var Páli svona vel tekið? Við fórum til Kórintu og fengum að vita hvað gekk á í Kórintuborg. Kórinta var ekkert ólíkur staður og til dæmis Aþena. Þar var fullt af skurðgoðum. Og þegar Páll postuli talar veru sína í Kórintu, þá kannski vert fyrir okkur aðeins að skoða hvað það sem hann segir sjálfur þennan stað. Nú ætlum ég fara með ykkur í 1. Kórintubrifið, 2. kapitula, og takið eftir orðum Páls sem hann einmitt segir veru sína í Kórintu. Þar var komið söfnuður, þar átti hann vini. Hann kynntist þar Akvílasi og Priskilu. Þau höfðu verið rekin frá Róm. Gyðingar voru ekki alltaf velkomnir allstaðar og þarna mæti Páll postuli þessum aðilum og vitnar fyrir þeim. Svo segir hann við okkur veru sína í Kórintu. Ég kom til yðar bræður og boðaði yður leyndardóm Guðs, kom ég ekki með frábæri mælsku snilld eða speki. Ég ásetti mér að vita ekkert á meðal yðar nema Jesú Krist og hann krossfestan. Og ég dvaldist á meðal yðar í veikleika, ótta og mikilli angist. Orðræða mín og prediku studdist ekki við sannfærandi vísdómsorð, heldur við sönnun anda og kraftar, til þess að trú yðar væri eigi byggð á vísdómi manna, heldur á krafti Guðs. Og ég ætla aðeins bara að staldra við þetta hér. Að vera í Kórintu og finna fyrir því að hann bara ekkert á góðum stað. Það ekkert endilega allir vinir hans og það ekkert endilega allir fegnir að sjá Pál. Vegna þess að Kórinta, hún var þekkt fyrir, eins og kemur hér fram í þessu uppkasti, í þessari bók, þá var Kórinta þekkt fyrir alls konar staði sem helgaðir voru heiðnum goðum. Og það var verið að dýrka heiðna guði. Og þegar Páll postuli talar við Kóruntumenn þessa heiðnu guði, þá varar hann Kóruntumenn við og bendir þeim á og segir það sem þeir blóta, það blóta þeir illum öndum. En ég vil ekki að þið hafi samfélag við illa anda. Kórunta var hann haldinn illum öndum. Var þetta borg illan anda? Þetta ekki bara náttúrulega 2000 ára gömul forneskja sem ég að koma með hér fram fyrir þig? Veistu að samkvæmt þessari sögu, samkvæmt því sem að menn vita Kóruntuborg, burt séð frá trúalegum atriðum, þá var Kórinta ein siðspilltasta borg Grikklands. Þetta var sömu áhrifana sem gætti í Kórintu og gætti í Aþenu. Við það að dýrka þessi skurðgoð, þá losnaði eitthvað sem að menn ekki alveg skilja. Í stað þess að menn urðu frjálsir, þá fóru þeir að helga börn sín Bakkusi eða einhverjum öðrum guðum og guðirnir fengu að hafa áhrif eins og þeim listi. Menn mistu tök á siðferðinu og í stað þess að neita víns hóflega, þá fóru þeir að neita þess í óhófi. Í stað þess að borða hóflega, þá fóru þetta allt saman í óhóf. Og Páll vissi að það þurfti að laga þetta hugafar hjá mönnunum. Svo gerist það að okkur tjáð hvernig gekk með Pál postula í Kórintu og það sjáum við í 8. kapítula postulasögunnar. Ég ætla aðeins að fá að grípa niður í það til þess að megi sjá þessa mynd sem að við erum og blasir við okkur. Við höfum hér í ritningunni. Eftir þetta fór Páll frá Aþenu og kom til Kórintu. Þar hitti hann gyðing nokkurn Akvílasa nafni, ættan frá Pontus, nýkominn frá Ítalíu og Priskilu konu hans. En Kládius hafði skipað svo fyrir að allir gyðingar skyldu fara burt úr Róm. Páll fór til þeirra
og af því hann stundaði sömu iðn, settist hann að hjá þeim og vann með þeim. Þeir voru tjaldgjörðar menn að iðn, eða þeir bjuggu til svona bænasjölgyðinga. Hér Páll postuli í góðum félagskap, en samt skrifaði hann í Kórinthubréfinu að hann dvaldi meðal þeirra í angist og í ótta. Honum leið ekkert rosalega vel. Og hvað var það þá til þess að halda Páli í Kórinthu? Af hverju fór hann bara ekki? Af hverju fór hann bara ekki inn á strönd eða fór til Ítalíu eða gerði eitthvað annað? Nei, eitthvað var búið að snerta hann. Og við vitum alveg sögu Páls á leiðinni til Damaskus. Þá það opinberun frá Guði sem kemur yfir hann, honum birtist ljós og hann heyri rödd Jesú tala við sig. Nú segir hann frá því í Postulasögunni, aðeins neðar í þessu sama kafla, 9. versi. En drottinn sagði við Pál nótt í sín. Takk eftir, hér talar Jesús við hann í draum sín. Og má vera að það sé einn af þessum þáttum sem við nútíma menn höfum kannski mist tengsl af, að Guð tala til okkar. Guð lætur okkur vita. Hann tala til okkar í gegnum orð sitt. Hann tala til okkar í gegnum söguna og hann tala líka til okkar fyrir heilagan anda í draumum og í nætur sínum. Og hvað segir drottinn við Pál? Óttast þú eigi, heldur tala þú og þagna ekki. Ég með þér, enginn skal ráðast að þér og vinna þeim ein, því að ég á margt fólk í þessari borg. Hann var þar kyrt 3 misseri og kendi þeim orð Guðs. Í þessu ljósi, skiljiði, þá skrifaði Páll postuli kaflan 1. Kórinthubréf 13, kaflan kærleikann sem allir vilja heyra. Ef þú ferð í brúðkaup, þá mjög líklegt að sá kafli verði lesin. Þegar Díana prinsessa var jörðuð, þá stóð Tony Blair upp og hann tók ritningarnar og las 1. Kórinthubréf 13, kaflan kærleikann. Þetta var orðið sem kom til Sáls, Páls postula, til þess að við mættum hljóta huggun ritninganna. Þetta kjarninn í því sem að ég sá að Guð hafði unnið í Grikklandi líka og mér finnst líka athyglisvert. Þegar Páll var gyðingur meðal gyðinga, þá ofsóttu gyðingar kristnamenn. Við hvað voru þeir óttaslegnir? Hvað hræddust þeir? Jú, þeir hræddust boðskapinu Jesúm Krist. Hvað svona óttalegt við upprísu boðskapin? Hvað svona ægilegt við það að við þurfum að frelsast og ganga Kristi á hönd? Jú, þeir sögðu þetta eyðileggur gyðingdómin. Þegar ég fór með leiðsögumanni upp á hæðina, Aresarhæð, eða upp á þessa helgistaði fornu Grikkjana, þá sagði leiðsögukona við okkur að ástæðan fyrir því að þessi staður var eyðilagðist var að kristnir menn eyðilögðu Guðsdýrkunina hér. Og þetta ýtti við mér. Alveg sama og gyðingarnir sögðu að Jesús myndi gera við gyðingdóminn, að hann myndi eyðileggja trúariðkun gyðinga og Páll myndi eyðileggja trúariðkun Grikkja. En það sem þeir voru að gera, Grikkirnir, það var hefur að blóta illum öndum og ég vil ekki saman við þá í Kórinthu að þið hafi samfélag við illa anda. Ekki komið tími til hjá okkur að við skoðum einmitt þetta merkilega samhengi að þegar Sál frá Tarsus kom með boðskapin Jesú og ég fekk að feta í fótspor hans, þá skynjaði ég og ég sá að orð drottins sem að Grikkirnir hræddust, gyðingarnir höfnuðu, það orðið sem við Íslendingar erum líka að hafna. Það orðið sem álitið hættulegt börnunum okkar. Það talið varasamt að gefa börnunum okkar svona gildis hlaðinn boðskap. Þetta það sem sagt á Íslandi. Ég vil líka benda þér á. Þegar Páll vissi að Guð stóð með honum, Guð var búinn að tala við hann og Jesús sagði við hann, tala þú og óttast ekki. Þá vissu við alveg að Sál frá Tarsus, hann fekk að reyna að Guð var með honum í gegnum þykkt og þunnt. Frá Aþenu til Kórinthu,
í gegnum þessa gríðarlega merkilegu staði sem að við vitum að heimspekideild Háskólans sækir gríðarlega mikið af upplýsingum og heimspekikenningum. Hún kennir gríska heimspeki og við jafnvel á Íslandi við fáum yfir okkur alls konar hugmyndir frá Grikkjum tilveruna og lífið. Ritningarnar, þær eru ekki með gríska heimspeki. Þær eru með guðlega, gyðinglega, kristna heimspeki. Hún þarf að óma hjá okkur. Hún þarf einmitt að ná tökum á þér og mér. Og ég vil bara að lokum segja þetta. Nú ég komin að endi þessa þáttar. Og mér finnst afskaplega athyglisvert að mig að benda þér á að Páli postula var einmitt uppálagt að þegja ekki á þessum stað og á þessum tíma. Þá ætla ég að fara með þig í ritningastað sem að ég tek úr Þessalóníku bréfinu. Það er einn af stöðunum sem ég á eftir að fara til og það er einmitt staðurinn sem að ég held að ég erindi fyrir okkur. Því að Páll hann fekk líka að reyna að í Þessalóníku var hann kastað út. Menn voru ekki sammála Páli þar. Hann hélt samt áfram og orð Drottins það náði sigri. Hann segir í fyrra Þessalóníku bréfi, öðrum kapitölunum, ég ætla aðeins að vísa í bara 2 vers. En Guð hefur talið oss maklega þess að trúa oss fyrir fagnareyrindinu. Því að það að við tölum ekki eins og þeir þóknast vilja mönnum heldur Guði sem rannsakar hjörtu vor. Aldrei höfðu við nein smjaðurirð á vörum, það viti þér og ekki bjóð þar ásælni að baki. Guð vottur þess. Páll var ekkert að boða mönnum að þeir þyrftu að gefa honum svo mikið af peningum til þess að fá blessun Guðs. Páll var einmitt að leggja sjálfa sig fram sem fórn. Það sem að ég ætla aftur á móti skora á þig. Láttu nú af hendi rakna Drottins vegna til ómegu svo þú megi fá að upplifa og sjá að orð Guðs best þér til eyrna og við skulum flytja þér orð Guðs umyrðalaust aðeins að draga undan, ekki til að plata eða ginna þig, heldur til þess að birta sannleikann á sama hátt og Páll postuli gerði. Þó að það kosti einhverjar væringar í kringu þig, þá máttu alveg vita að ég ekki að tala við þig til þess að ég hagnist og ég græði, heldur til þess að þú megi sjá að orð Guðs, það umbreytti Grikklandi hinu forna. Það getur eins umbreytt þér. Það umbreytti gyðingum, það getur líka umbreytt þér. Dyrnar eru opnaðar hjá þér, þín megin. Þú opnar dyrnar fyrir Páli. Þú getur gett alveg eins og aðfinningar og sagt, ég ætla að hlusta á þetta seinna, en það ekkert víst að þú fáir annan tíma. En þú getur opnað dyrnar. Og hvað gerirðu? Sigðu við Drottinn og frelsana. Ég búin að lofa því og heitaði því að ég verið þjónn þinn og þú verið herra minn. Og þú ætlar að fylgja Jesú Kristi í gegnum þykkt og þundi eins og lofaði við ferminguna. En hvað hefur gert í málinu? Nú tækifæri, nú tími. Nú vinning komin og segir, Drotti minn og frelsari, ég vil verða þinn í anda og sannleika. Í Jesú nafni, megi Drottinn blessa þig. Amen.